Ég hati að vera á Íslandi. Það svo kalt og eldgosið hver einasta mánuð. Ég bara svona eyðileggja lunginn maður. Hvað ég gera? Ég hringi bara í vinkonum mína. Hæ! Hæ, hvað segirðu? Oh my god, má ég segja það reitt? Ég á Vietnam og það svo heitt hérna. Þú ætti alveg að koma hingað, mér leiðist svo mikið. Ég að frjósa hérna. Þá, já, ég kem. Bye! Ok, sjáumst! Hvernig cultureið hjá Vietnam? Vietnam eru með 55% af búddistatrú. Þessi trú rosalega góð og svona opinn fyrir fleiri trúum. En öll þessi trúarbrögð eru velkomin að koma inn í Vietnam því að búddar eru mjög þekktir fyrir að vera svo opnir, vera svo glaðir fyrir allir að koma til sín að þið dæma ekki. Þannig að það eitt af ástæðunum sem ég finnst eins og þið ættið að koma til Vietnam til að skoða að þú ert accepted eins og þú ert í Vietnam. Viljið þið læra vietnamís? Vietnamís tungumál hjá Vietnam. Og Vietnam líka á Duolingo, sem geggjað. Og skelli á listan út af það geggjað tungumál og ógeðslega létt að læra. Þau mæla mig að gera það. Vilt þú fara í góðan stað til þess að fara í Vietnam? Ég myndi að fara á War Remains Museum. Það er stað sem þú getur lært ógeðslega skemmtileg hluti eins og Vietnam War á milli Ameríka og Vietnam. Halong Bay er stað sem ég mæli með. Hann er mjög fallegum náttúruperlum og kalkfjöllum og eyjum. Næsta stað sem ég mæli mig að fara á er Mai Son. Það þýðir Beautiful Mountain á ensku. Og það er geggjaður staður út af það er gamalt byggingar og ógeðslega flotta náttúra. Það ég mæli mig að fara þarna til þess að vita meira gamla Vietnam og hvað í alvöru gerist. Hue Imperial City er staður þar sem var frægasti arkitektur í heiminum. Það er eitt af þeim. En kannski ekki alveg frægasti, en þetta er mjög vinsælt fyrir fólk sem túrista að sjá menninguna þeirra. Þannig að þú ert forvitin menninguna Wait a damn minute. Vietnam, endalega konton að skoða. Ef þið viljið vera TikTok famous, ég mæli mig að fara í These are the Coochie tunnels in Vietnam and það er geggjaður staður sem flesti fara í út af Vietnam War var þarna. Það er svona litlu tunnel sem þú fara inn og finnur sig. Og filma TikTok og það þú veitir verið famous. Rekog River Delta er staður sem er svona verslun hálfgert út á vatni. Hello, how are you? I am under the water. Þetta er svona bát og mjög mikið reality TV-sjóðum. Þannig ég definitely check it out. En þú ert svona róaði til að koma til svona búðir. Það veit ekki margir með stað, en þetta er definitely worth going. Viljið þið sko ljósgerð? Ég mæli mig að fara í Yoho Asian Town. Það er þarna þú getur fyrir með kæristu eða kærista. Þú getur hafa þína hundred moment. Those days chasing down a daydream. Ég mæli mig að fara þarna. Phong Nha Bang National Park. Það er annar staður sem ég mæli með til þess að fara á. Hann er rosa svipaður sem við erum að tala áðan, nema þú ert meira að fara inn í fjöll og svona skoða meira svona vatnið er mjög glært. Og þetta er rosa bara góð fyrir eða Instagram, þá bara bestu Instagram-myndi til þess að taka er þarna örugglega. En já. Þau kannist ekki við frægu fólki í Vietnam, en það er trend á TikTok sem er I hate Vietnam! I hate Vietnam! I hate Vietnam. Lily, honey, we don't hate. I hate Vietnam. I hopped up the plane at LA. DJ Talandi fræga rétti. Vissuð þið að Vietnam er mest þekkt fyrir rétt sem heitir Po eða Pho? Þessi réttur er rosa þekktur fyrir útlendinga eða túrista alltaf að koma hingað og smakka hann rétt. Þau segja að þetta er bestu réttum sem þau hafa smakkað. Ég meina The flavors are melting on my tongue. Mæli með að smakka þennan rétt ef þú vilt koma til Vietnam. Vissuð þið að sumir ruglast við Vietnam og Ástralía? Er það í alvörunni? Það er mjög skrítið, ég veit. Sumir held að Ástralía sama og Vietnam nálægt hvort öðru. Það er svolítið skrítið. Vietnam er mest eftir stið Afríku og kaffi, náttúru, ávexti og mat. Welcome to Vietnam, the place you need to visit in this lifetime. You will have the time of your life eating the most exquisite cuisines and experiencing their amazing culture.
That's why you should come to Vietnam, because it's beautiful throughout the entire year. And here comes my friend Anita, and she's gonna tell you more about this in Danish. Godt at se! Lad os få garnet fast i gang. Opple skønhed i Vietnam. Fra den fantastiske halvøen vei til den rike kultur i den gamle øyu. Vietnam tilbøyden og fogla gamle. Opplevelser boske det historiske var Ramans museum utforsk det berømte Cu Chi Tunnel og smak på lekker på Vietnam venter på deg. Í Vietnam dreki sem frægur. Hann skilgreinir styrk, hugrekki og kurteisi og alls konar á þá átt. Þetta gefur fólkinu mjög mikið tilgang alveg eins og aðrir trúarbrögð. En saman búddistana, þeir trúum mjög mikið búddatrú, en þessi dreki rosalegur í trúnum líka. Hans tilgreinir mjög mikið styrk hjá fólkinu og þau segir gefa þeim tilgang. Vietnam ekki ríki með stjórnarflokk sem að stjórna landinu. Þetta ekki lýðræðisrík. Sjór og landamæri Vietnam. Vietnam með land og sjórum og hefur landamæri við Kína, Laos og Kambódía. Ó já! Ó já!